277. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hans þetta. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 632 og 633 og 634 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 243, hafnarstjórnar númer 228, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 17 og 18 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Safnarnefndar númer 11, fræðslunefndar númer 74, félagsmálanefndar númer 126 og framkvæmdar á hjúkrunarheimilinu númer 14. Þá er sömuleiðis eitt mál undir liðnum almenn mál sem seinni umræða hafnarreglugerð Fjarðabyggðar eða endurskoðun á henni sem fór fram og var hér í fyrri umræðu síðast. Þannig að við göngum þá til dagskrár og fyrst eins og áður sagði eru 3 fundargerðir bæjarráðs. Orðið er laust, það er Eydís Ásbjörnsdóttir með orðið. Gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Hér liggja 3 fundargerðir bæjarráðs til afgreiðslu. Á þessum 3 fundum bæjarráðs var umræða og vinna við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020-2023 og á fundum 633 og 634 mættu formenn fastanefnda ásamt sínum sviðsstjórum og fóru yfir stöðuna í þeirri vinnu sem átti þar stað í starfs- og fjárhagsáætlunum. Vinna við fjárhagsáætlun heldur núna áfram og munu ramar nefndanna koma tilbaka til bæjarráðs og fyrri umræðu fjárhagsáætlunar til bæjarstjórnar verður svo þann 31. október. Liður 5 í fundargerð 632 félag Ungt Austurland óskaði eftir styrk frá Fjarðabyggð og bæjarráð tók vel í erindið og fól aftur líka íþrótta- og tómstundafulltrúa ásamt forstöðumanni menningarstofu að funda með forsvarsmönnum félagsins og fara yfir þau verkefni sem þau ætla að fara í á næsta ári og munu svo koma með það aftur inn til bæjarráðs. Mikilvægt að eiga gott samtal þar sem þarna á góð, og ef það ekki þarna mjög góð vinna sem á sér stað. Það liður 6 af bréf landeiganda á Óseyri í Stöðvarfirði varða lausagöngu fjár í landi Óseyrar og lausagöngu fjár á Stöðvarfirði og almennt í Fjarðabyggð. Erindi var áður lagt til var í rauninni lagt til kynningar í bæjarráði en var tekið fyrir í eignarskipulags- og umhverfisnefnd sem vísaði málinu til landbúnaðarnefndar sem og bæjarstjóra falið að fylgja málinu eftir en Einar Már formaður eignarskipulags- og umhverfisnefndar mun fara yfir þetta mál hér á eftir. Það liður 8 tré lífsins minningagarðar en tré lífsins frumkvöðla verkefni sem í þróun og skiptist í 3 hluta sem eru skráning hinstu óska á persónulegan gagnagrunn, rafræn minningasíða og 3. hlutin verkefni sem bálstof og minningagarðar. Við varum afstöðu okkar sem skipulagsvald til minningagarða. Í minningagarðunum mun aska látinna einstaklings vera sett niður og tré gróðursett á þeim stað þar sem það mun vaksa og það merkt inn á rafræna minningasíðu til minningar hinn látna. En bent var á að minningagarðar geti verið skógræktarsvæði sveitarfélaga þar sem með tímanum myndi byggjast upp sem fallegir skógarlundir. Þetta áhugavert erindi sem vert að skoða og bæjarráð vísaði erindinu til eignarskipulags- og umhverfisnefndar til afgreiðslu og það mun vera tekið þar fyrir í næstu viku. En annað var það ekki. Þakka fyrir Eydís. Aðeins að bara vekja athygli vegna þess að Ragnar Sigurðsson hefur óskað eftir. Það var ekki athygli mín á því að lið 4 í fundargerð bæjarráðs 632 vék hann að fundi þar sem var til umræðu endurnýjun húsnæðis Uppsala
Þarna var að fara yfir þessar nauðsynlegu framkvæmdir sem þurfum að fara í á hjúkrunarheimilinu Uppsölum eða breytingu þar innanhús til þess að það bara þjóni hlutverk sínu og sé rammi betur starfsemin inn. Ég tel ekki ástæðu til þess að Ragnar víki hér við afgreiðslu fundargerðarna því að bæjarráð hefur tekið, hann vék við umfjöllun og afgreiðslu bæjarráðs, bæjarráð tók efnislu afstöðuna þar, við erum bara að staðfesta fundargerðin í heild sinni, engar aðra breytingar, þannig að bara vekja því athygli. Það var nú bara þetta sem ég vildi sagt að hann vilja fleiri kveðsljósandi fundargerðum bæjarráðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég þær upp þessar 3 til samþykktar. Það eru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum, samhljóða. Og þá er næst fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar, orðið laust hana, Einar Már Sigurðarson við beðum orðið, gerð svo vel. Forseti, örfá orðum nokkura liði, það er að segja 3. og 5. lið, það er annars vegar lausaganga sauðfjár í Stöðvarfirði eins og kom hér fram í máli formanns bæjarráðs að þá sendu landeigendur Óseyrar í Stöðvarfirði bréf til bæjarölda vegna lausagangunar og síðan höfum við verið með annað mál sem er svona skylt þessu þó allt annars eðlis sem er 5. liðurinn afréttarmál héraðsfé sem er þá spurningin hér mörkin á milli tveggja sveitarfélaga hérna upp á Fagradal og lausaganga sauðfjár síðan áfram hér meðal annars niður á Reyðarfirði og víðar. Það var nú að segjast eins og er að hvimleitt eins og þetta nú er með lausaganguna að og við höfum náttúrulega verið að reyna að loka af þéttbílinn þannig að það var í friður en eins og fram kemur í bréfi landeiganda Óseyrar þá er þetta nú víðar þar sem að lausagangan er farin að valda usla og meðal annars þarna á Óseyri þar sem að landeigendur að fara í tölvöra skógrækt og lausagangan auðvitað hefur þau áhrif að þar tínast sprotar jafnvel meirinn við annar staðar. Við höfum rætt þetta í nefndinni og það er augljóst mál að þetta er, ég segi því miður ekki mjög einfalt mál til lausnar. Við höfum verið að skoða bæði reglur og lög og dóma sem fallið hafa í svona málum og við erum sem bara áfram að skoða málið með það auðvitað í huga reyna að finna lausn á því því að ég held að sé allir sammála um það að lausagangan er ekki einhvað það sem við viljum og meðal annars í aðalskipulagi tölum við um að Stöðvarfjörður sé án slíks ágangs en þegar að það grannt er skoða þá sjáum við ekki að ein setning og þó þau væru 2 í aðalskipulagi dugi einar og sér vegna þess að eins og við vitum þá á sauðfé býsna erfitt með það að lesa aðalskipulag. Þannig að það sjá ekki neina ástæðu til að fara eftir því ef það endar ekki. Þannig að við þurfum að finna einhverja aðra lausn og við sem sagt vísum þessu sem hlut af því að finna lausn í málinu til landbúnaðarnefndar þannig að við höfum öll sjónarmið í málinu. En því miður þá er málið samt statt þarna að við erum ekki búin að finna lausnina en við erum sannfærðir um það að við hljótum að enda á því að finna hana en þetta er auðvitað ekki bundið við okkur, þetta er auðvitað miklu víðar land það sem að þetta er ákveðið vandamál og við höfum séð það auðvitað að vegagerðin er mjög víðar farin að girða af þjóðvegi og þá er eðlilegt að menn spyrja sig býtið nú við, er það eðlilegt sem að það sé girt af allt land þar sem sauðfé má ekki vera eða á að snúa þessu við og láta girða af þessum sauðfé á að vera. En þetta er samt bara umræða sem ekki komið niðurstöðu í og við leysum að sjálfsögðu ekki hér ein og sér. Heldur er það miklu mun víðtækara. Í 11. liður á dagskránni heitir vottun gervigras í Fjarðabyggðarhöllinni og eins og við vitum og menn fögnuðu og víða auðvitað að Leiknir skildi endurheimta sæti sitt í inkassódeildinni. Þá hefur komið í ljós að nú er gerð svo krafa að gervigras sem spilað er á sér vottað. Það virðist nú vera að það sé nú ekki mjög ódýrt að ljúka þeirri framkvæmd sem þyrfti til þess að fá það vottað þannig að við eðlilega viljum skoða það bara hvaða möguleikar er í stöðunni en við vísum þessu síðan til gerðar fjárhagsáætlunar og það er að augljóst mál að ESU-nefndin hefur ekki það fjármagn innan síns ramma að þar sé hægt að leysa þetta mál þannig að það þarf þá að finna aðra lausnir en við hefum eftir að sjá þetta líka hver krafan er hjá knattspyrnusambandinu gagnvart þessu og eins og ég segi hvaða lausnir eru við erum auðvitað að skoða Fjarðabyggðarhöllina og segja alveg frá A til Ö og allt þar og þá er þetta mál auðvitað eðlilega þar inni
en niðurstaða liggur ekki fyrir og málið er sem sagt ennþá í skoðun. Þannig að niðurstaðan af þessum orðum mínum er þá svo að við erum yfirleitt með ýmislegt í skoðun. Ef við reyna vilja fleiri kveðsljóðsendi fundagerð eignar skipul og söngurinsnefndar. Svo verðist ekki vera þá byrjum til samþyktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst á dagskrá fundagerð Hafnarstjórnar með 228 leið og ég opna mældagskrá og skal eftir að fá að taka til máls aðeins undir þessari fundagerð. Kom inn á kannski 2 liði. Fyrst liður 1 sem kallast innviðagreining Fjarðabyggðar, bara aðeins til þess að fylgja þau eftir. Eins og þið þekkið þá er það býsna mikilvægt þegar við eigum í samskiptum við fyrirtæki og fleiri sem hinga vilja koma og hugsanlega reisa starfsemi eða skoða möguleika til starfsemi, að þá að geta lagt fram ýmis gögn í þeim efnum. Innviðagreiningar við höfum svo nokkuð tíma velt í aðeins fyrir okkur að láta vinna slíka greiningu, fara hér í gegnum hagtölu, því að þó við eigum, maður hafi aðgang á þeim hjá Hagstofunni, þá eru þær Hagstofutölunar eru svona býsna yfirgripsmiklar og ná yfir landsvæði, ekki greinilega hugsanlega niður á stöku sveitafélög og það séu kannski stöku hverfi og svo fleira, og leið kannski ekki ná ekki yfir alla þá þætti sem eru nauðsynlegir til þess að hafa í slíkum viðræðum. Þannig að Hafnarstjórn hefur hortið þess að við myndum láta vinna slíka greiningu, þannig uppværu til fyrstulega þessi grunninnviðagreiningu sem hægt að uppfæra hana, tilværi þá öll þessi gögn sem hefðu þá handbæri þegar hér koma aðilar að. Og það gerist, og þetta vildi maður að gerist oft, en það gerist með reglum að maður geti lagt á borði í öllum þeim viðræðum, öllum skoðunum. Atvinnum þróunarstjóri hefur verið að fara í gegnum þetta verkefni og hann leitaði tilboða í verki við aðila sem hafa unnið þetta. Áður Austurbrú hefur unnið slík verkefni og einnig var leitað til utanaðkomandi aðila einnig að stofa. En úr varð að það tilboð sem Austurbrú setti fram, byggt á þeirri reynslu líka sem við höfum af því, að það sé bara einfaldlega hagkvæmara. Í þessu tímarammin við svona, hann kannski, menn hafði einhver áhyggjur af því að hann væri knappur, en Austurbrú telur það ekki vera með góðri ritstjórn eigi það að nást. Við erum að tala skil núna á næsta ári, fyrir sumar allavega, skulum orða það þannig, eða í apríl, sem ég held að sé mjög æskilt, því að ég finn það og hef fundið gegnum tíðina hafandi sótt ýmsa svona ráðstefnur og fleira fyrir Fjarðabyggðar og átt í viðræðum við aðila, að þetta gögn sem afar nauðsynlegt að hafa í höndunum. Atvinnum þróunarstjóra er falið að halda utan verkefni, hann verður ritstjórinn okkar hálfu, líka með þá skýrt hvað við viljum ná út úr þessu, þannig að þetta verkefni sem fórst á. Ég er afskaplega ánægður núna þegar þessi fundagerð hefur hlotið hér fullnustu, þá þetta ganga frá þessum samningi við Austurbrú. Síðan þetta Hafnarstjórn bara eins og hefur komið fram hjá öðru, eins og aðra nefndir, mikið að skoða sín mál, bæði fjárhagsáætlanamál sín og fjárfestingar og fleira. Við höfum verið að vinna í því og hefur unnið í því núna áfram inn í þangað til að fyrstu umræðum fjárhagsáætlun kemur. Jafnframt það að við erum að líka fara yfir á þessu ári var féðan og fjárhagsáætlun til undirbúnings framkvæmda á Stöðvarfirði. Við erum að fara yfir hvernig það mun nýtast best, þannig að það hefur verið góð vinna í Hafnarstjórn og starfsmenn eru nú á ferðinni og eru mitt á fundum, voru á fundum með Faxaflóahöfnum og Hafnarsamlagi Norðurlands eða Eyjafjarðar. Það sem við erum líka bara að skoða ýmsa þætti sem við getum hugsanlega átt samleiði, hvað kemur á dýpkunarframkvæmdum og fleira. Þannig að það heilmikið undir þarna eins og gefur að skilja. En það var þetta sem ég vildi inn á koma hér undir þessum lið. Vilja fleiri kveðsljóðsendir Hafnarstjórn. Svo verðist ekki vera, ég ber henni eftir samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar. Orðið er laust hana. Engin kveðsljós, þá ætla ég að bera henni eftir samþykktar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Samhljóða. Það eru 2 fundir, fyrirgefið, það eru fundagerð 17 og 18. Ég biðst nú afsökunar, 17 og 18. Þannig að það eru 8 atkvæði eftir að spurt sal, það sem vantar 1 bæjarfulltrúa ennþá. Þannig að samhljóða atkvæðin eru 8. Ég biðst afsökunar, ég ætla að enda atkvæðagreiðsluna, það eru báðar hér umræði númer 17 og 18 og eru borðnar hér upp samhljóða. Þeir sem það er samþykki við sig ekki að merki, það eru samþykktas samhljóma. Þá erum við komin í lið
sem er safnanefnd, fundar 11, aðeins að fá að koma, leiði opna mælendaskrá að fá að kveða með hljóðs undir safnanefnd. Við höfum verið að, svo líkt úr náttúrulega í öðrum nefndum, þá erum við að vinna að þeim ramma sem snýr, fjárhagsvallan ramma sem snýr að safnanefndinni og skilum inn til menningar- og nýsköpunarnefndar sem svo endanlega ákveður það og sendir inn til endanlega vinnslu. Við fórum í gegnum það, við hefum svona ýmsar við hefum lagt svona ákveðna línu í það hvað við viljum sjá. Við erum nú fyrst og síðast að horfa á framkvæmdir eða í tengslum við Stríðsráðsafnið á Reyðarfirði, bæði umhverfið þar og annað sem væri afskaplega gott að vinna í vegna þess að Stríðsráðsafnið er eitt af höfuðsöfnunum okkar. Það er einstakt safn mínum mati og við þurfum að svona fara að einmitta að það hefur unnið gríðarlega mikið uppsetning og sýningum og búnaði gegnum tíðina. Við þurfum að fara að horfa á umhverfis, við þurfum að gera aðkomu betra að því, bílastæði og náttúrulega ljúka framkvæmdum við braggan okkur þetta. Þetta er allt saman áætlun sem við viljum sjá svona ákveðins tíma núna að Stríðsráðsafnið sé ákveðinu forgrunni í söfnunum okkar. Ásamt því að við þurfum að hyggja að hinum einnig. Í tengslum með þetta var mjög ánægjulegt að taka á móti þessu bréfi sem var vísaði líka að senda okkur til kynningar eins og öðrum frá íbúasamtökunum á Reyðarfirði sem vilja svona taka hernámsdaginn í fóstur. Ég held að það veri mikið og gott mál og við höfum rætt það hér áður. Hernámsdagur hefur svolítið verið haldinn á vegum sveitafélagsins. Ég held að það eigi betur heima í mitt svona grassrótarhóp eins og íbúasamtökin eru og ætti að gera mjög mikið úr þessum degi hér. Ég er mjög ánægður að sjá hann í þessum höndum því að þetta er svona bæjarhátíð Reyðarfjarðarhverfis Fjarðabyggðar. Þannig að það verður gaman að sjá og þar blandast náttúrulega safnið og Stríðsráðsafnið inn í. Síðan bara vekja athygli á því að við þetta hefur verið aðeins að taka, að gera breytingar, að taka til í málaflokknum safnamál. Við vorum að ganga frá og tilkynna hérna endanlega safnaráð Neskaupstað sem áður var sett á laggirnar fyrir þó nokkuð mörgum árum í tengslum við safnahúsið. Vegna þess að það eru aðilar inni sem eru líka sjálfseignarstofnanir eins og Tryggvasafn og það var svo stofnað á sín tíma safnaráð í kringum þetta safn. En með tilkomu safnanefndar er þetta safnaráð og hefur, má segja vissuleiti líka ekki kannski skila þeim árangur sem við ætluðum okkur. Við lögðum það niður núna formulega. Í góðri sátti þá sem þar höfðu setið síðast, áttum með þeim fundi og allir voru sáttir en það áfram verður hægt að leita eftir faglegu mati, náttúrustöðu, hvað var náttúrugripasafn og fleira. Og samskiptin og að mati Tryggvasafns og samskiptin betur komum bara með beinum hætti á milli. Því að safnaráð hafði svona óskýran þrátt fyrir ágætan vilja fyrirverandi bæjarstýru, þá hafði þetta ráð mjög óskýrt hlutverk í stjórnkerfi bæjarins. Jafnframt erum við að leggja niður sjálfseignarstofnun Safn Jósefs Sigurðssonar sem hefur óvirkum margar á skeiðin, en raunum bara að ljúka svona smá tiltekt á gömlum, ég segja svona eldra umhaldi í safnamálum. Þannig að safnanefnd er svona þetta það sem er undir núna ásamt því að við erum að horfa á að reyna að fara að ljúka vonandi sem fyrst að skila á okkur til umræðun í menningar- og nýsköpunarnefnd stefnumótun í safnamálum sem aftur hér kemur inn, þar sem við horfum svolítið á framtíðina og hvernig við getum glætt söfn okkar með lífi því við hefum gríðarlega miklar eignir í söfnum í Fjarðabyggð, mikla möguleika en við þurfum að ná betri svona, viljum sjá þau kannski ákveðna breytingar á þeim til að lífga þau meira við og bara eins og annað sem þarf alltaf að vera að skoða hvernig við gerum. En orðið laust, ég hef lokið um málminu, orðið laust safnanefnd, fyrir einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber þessa fundargerð til samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundargerð fræðslunefndar númer 74, orðið laust hana, fyrir einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber til samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að fundargerð félagsmálanefndar númer 126, orðið laust hana, einhver þessi hljóðs. Svo verðist ekki vera, ég verður öll saðendar, hún er saðend samhljóða. Þá er hér næst fundargerð framkvæmdar á hjúkrunarheimilina, Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli á vanhæfi sínum vegna starfa sína fyrir hjúkrunarheimilin og mun nú víkja úr sal. Og þá leið opna ég fyrir mælendaskrá, orðið laust fundargerð framkvæmdar á hjúkrunarheimilina, vil eitthvað hvað þessi hljóðs. Svo verðist ekki verið í til samþykktar, hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson ganga aftur í sal, taka sæti að 9. Og þá erum við komin í hér almenn mál, liðin almenn mál
og þar er eitt almennt mál sem er síðari umræðum endurskoðun hafnareglugerðar Fjarðabyggðar hafna. Líkt og þegar ég mælti fyrir hér í fyrri umræðu þessari uppfærðu hafnareglugerðar þessari endurskoðun, þá er í henni, má segja, nokkra breytingar, ein þeirra þó hvað veiga mest. Hvað var það náttúrulega, við hefðum áður farið í gegnum endurskoðun og hérna í tengslum við sameiningunum vorum búin að aðlaga hafnareglugerðina að því að Breiðdalshöfn eða Breiðdalsvíkurhöfn bættist inn í Fjarðabyggðar hafnir, en það eru breytingar á stjórnkerfi hafnarina eins og þið þekki, þá er hafnarstjóri og bæjarstjóri sami aðili, þannig að við vorum búin að gera þær breytingar náttúrulega í tengslum við það. En jafnframt líka einnig breyttum við mörkum hafnarsvæða og færðum þau út í fjarðarminni til þess að hafa, þó að þrátt með því kom ekki skipulagsvald, þá höfum við leið orðið þá ákveð eftirlit og gjaldtöku heimildir ef menn telja svo, og leið eins og áður hefur komið inn á, höfum við litið á firðina okkar sem okkar athafnasvæði líka, sem er órjúfanlegur hluti á okkar athafnasvæði. Áður hafði þessi flutningur enda var til staðar, eða þessi minni, hafnarminni var svona á Breiðdal. Gerðum lítsháttarbreytingar þar, en á hinum stöðunum færðum við að stækkum þessu numur. Þannig að nú þegar síðar umræða lýkur í dag og að öllu óbreyttu að bæjarstjórn samþykki þessa endurskoðun, þá mun hafnarreglugerð vera umræðum hana loki hér og hún þá send til birtingar í stjórnartíðum, eða send til ráðuneytis og birtingar í stjórnartíðum og tekur þá gildi að því loknu. Vill einhver þessi hljóðs hafnarreglugerð síðar umræðum? Svo virðist ekki vera, ég ber hann þá eftir samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Og þá er þessum snarpa fundi bæjarstjórnar Fjarðabyggðar lokið í dag, eða dagskrá er tæmd. Næsti fundur í bæjarstjórn Fjarðabyggðar er 20. og 4. október. Ég minni bæjarfulltrúa á að það eru 3 fundir í október. Það er líka 31. sem þá er gert ráð fyrir fyrri umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 að öllu óbreyttu. En hér er ekki fleira til á dagskrá í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið.